var komin á fóninn, þriðju dagur, klukkan orðin 4 og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína. Það 7. maí og við Sveppi erum hér í fantafíling, ekki satt? Sveppi Krull. Sætlinur. 7. maí maður, þetta líður bara alveg. Já, sko málið apríl og mæ eiginlega svona mínir uppáhaldsmánuðir. Því að þegar við erum komnir í, sérstaklega við erum komnir í júlí og ágúst, þá er mér farið að líða, sumarið er búið. Já. Þannig ég er svona vordrengur. Já. Þá líðum best að því að þá var allt sumarið framöndan, veturinn búinn. Já, það er sama hérna sko. Já. Ég fíla þennan tíma best. Mæ er mánaðana. Já, svo meiri segja sko, var bara hlýtt í dag og hlýtt í gær og... Já, smá rigningar úti. Ég var úti, ég keypti mold í gær sko. Já, ok, hvað gerur við hana? 500 kíló. Það er ekkert annað. Ég tróði henni bara beint upp í í blómabeðið. Akkurat. Í blómabeðið. Beint upp í blómabeðið. Beint upp í blómabeðið maður. Þar er ég með, ég er að rækta maður. Já. Já, kallið minn maður. Hefurðu gaman að dutta í garðinu með það? Já. Já. Það kemur alveg pínu óvart sko. Ekki það, ég hef ekkert voðalega gaman að, en ég hef gaman að hvað mamma hefur gaman að. Já, ég er nefnilega... Hún er svo að hjálpa mér með plönturnar og svona. Ég er nefnilega, ég þóli samt ekki sko, ég gróðursetti tré. Það er ekkert annað. Alveg heila lengju sko, þarna í garðinu sko. Já. Það er svo lengi að vaksa maður. Já. Ég fór bara eitthvað og ég sagði bara, ég get að kaupa bara 2 hæða há tré hérna, 2 metra tré. Já. Sem eru bara tilbúin. Já, og vilt bara fá bara stórt tré í garðin. Ég nenni ekki að vera alltaf að bíða ár eftir ár og klippa þetta til og reyta arfið, bara fá tilbúin runna. Já, svo ertu orðin 55 ára þegar þetta loksins fara að ná þér í hæð. Já, og þá er ég fann að klippa þetta í sundur og bara veist ég vil bara fá þetta tilbúið strax. Já, ég er enda sammála því. Það er eina vandamáli með það sem að, ég sé lítinn árangur sko. Já. En svo er ég með rifsberjatré líka. Frábært. Og ég keypti 4 þannig, gróðsetti þau fyrir 2 árum, það er ekki búið að koma rifsberja á það ennþá. Herru, já, þú sendir mér bara restina af þessum trjám í maili. Við erum hérna með frábært. Svo er ég með kál, rúkóla, salvi og myndu. Akkurat. Og myndan, þú veist nú hvað við getum gert við hana? Mojito. Já! Er það virkað eða? Er það virkað? Katrin labba bara út og klippir bara myndu, bara beint út í mojito. Jöfisins luxus maður. Já, Katrin minn. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 og við strákarnir eru með veislu handa ykkur í dag. Það sem að sko ber hæst að það er nýr dagskrárliður. Já, Katrin minn. Það við erum búin að vera í loftinu í 1,5 ár og þá maður að reyna að finna upp á nýjum liðum og ég get lofa ykkur því að nýjasti dagskrárliðurinn, allavega að mínum mati, er virkilega skemmtilegur. Hann heitir Paranoia nágranninn og þá ringjum við í eitthvað stigagang, ég ringi 1 stigagang og Pétur og Sveppi í 1 stigagang og erum með öll nöfnin í stigaganginu fyrir fram á nokkur á já.is og erum svona að spyrja ýmsar spurningar eins og hver er að stípla ruslárúna og akkur er þessi hlandlitt á ganginum. Já, og við erum búin að taka þetta upp og ég get lofa ykkur því að þetta er hressandi og skemmtilegt. En öðruvísi? Já, svo erum við með Sturla staðrendur á sínu stað, við ætlum að heyra hans í Gilsaranum og eftir. Það er ekkert ástæðalausa, hann er að fara að halda stuðlaðaball og maður verður hvergi varfið eða einhvern veginn. Nei, og líklega er það út af því að það er öllum drullu sama. Já, gæti verið það, við þurfum að ræða það við hann hér á eftir. Svo er það dagskrárliðurinn Geymt en ekki gleymt, þá hringjum við í gamlar smáauglýsingar frá 2001 eða 2003. Já, það var mjög gaman. Og erum svona að spyrja fólk hvort það sé búið að selja hlutins eða auglýsti fyrir 12 árum. Já. Þykist koma fjöllum, þannig að það er bara hellingur að vera hér hjá okkur strákunum. Það er nóg að gera. Og það er meiri svona nettur 50 dagur í dag, því að það er þáttur á morgun en svo er frí á 15. Það er alla vinnuvikuna svona einhvern veginn núna. Já, og mikið frí. Já, þetta er bara svona 4 daga vinnuvikur. Mér finnst það leiðilegt sko. Okkur, já, náttúrulega leiðilegt fyrir þig, því þú ert ekki í vinnu, þið eru drullu sama. Já, þetta slítur einhvern veginn. Þetta er skemmtilegt fyrir okkur fólki sem eru með vinnu, actually. Já, er það? Er það þá þægilegt? Já, mjög þægilegt að fá frí á 15. Það er nefnilega máli, sko. Þeir sem eru í vinnu alla 5 dagavikunar, það er voðalega gott að brjóta það upp með frídögum. Já. Skilur við? En maður eins og ég sem vinn ekki neitt og það kemur svona dagur og að því að ég er með puttan í mörgu, kallið minn. Sjá til. Ég er með puttan í mörgu. Oftast bara í pulsum, en... Já. Og þá koma svona dagur, ég segi, heyrðu, eigum að hittast á 50 daginn? Nei, það er frídagur. Nú, hvað kjaftaði það? Vissir ekki eins og aði? Nei. Þannig að þér er drullu sama, basically. Já, þannig að svona frídagur trufla mig, sko. Ég vil bara hafa 5 daga vinnuviku. Það sem allir er að vinna nema ég og ég geti fengið fólk til að hitta mig á þeim. Ákvátt almennluðu okkur hinn maður. Byrjum þetta hérna á Alicia Keys. Já, hlauta að vera maður. Þetta ætti að koma mann í gýrin enda 957 eins og alla 3 daga þá er það ég hinn síkáti Sveppi Krull með ykkur hérna frá 4 til 6
Beint á móti með sittur stjórnandi þáttarins, skallapopparinn í Blöndal. Hættu þessu. Sultuslagur á fitmaður. Það er þetta rétt þér. Ég er sultuslagur þennan þriðjudaginn. Það er sama hérna, ég er með kaffi. Já. Ég er með tölvuna fyrir fram á mig maður og skoða netið. Vel afslappaður og fín. Já, vel afslappaður. Já. Ótrúlega afslappaður. Það er mjög mikilvægt að vera afslappaður í útvarpi. Já, líka bara svona á þriðjudegi, maður ekki vera að stressa svo mikið. Nei, alla aðra daga kannski, en ekki þriðjudaga. Nei, og það er komið tíma á slúður, eftir til í það. Ég er til í það og ég vil fá almennilegt, ég nenni ekki einhver kjaftaðir. Já, ég er með slúðri sem ég er með handar í dag. Ég er með svona fullt af litlum bitum. Ég er ekki með neitt svona stórt juicy slúður, en fullt af svona litlum bitum. Hvernig listur það? Ok, ég er til. Ok, ég ætla að byrja á Tom Cruise, en hann hefur ákveðið að taka að sér hlutverk í Mission Impossible 5. Okay. Það er búið að gera 4 myndir af Mission Impossible og nú á að gera þá 5. Og hann er búin að segja já og er tilbúinn í þetta verkefni. Hann lék síðast í Mission Impossible 4, það var 2011 í Ghost Protocol sem að mjög góð. Drastl. Fannst þið það? Æ. Þannig að var hann í Dubai utan á byggingunni. Já, kom bara allt í einhver geðveikur sandstormur og allir, enginn sá neitt. Mér finnst það nokkuð slögum. Skilur? Já. Svo var hann að elta einhvern og var bara með einhvern iPad eða eitthvað svona drasl spjaldtölvu bara sem hann sá bílinn. Þetta var bara svona... Þú veist, þetta er bíómynd, svo við? Já, þetta er meira svona eins og bara algjör sveppi rugli sem ég er að búa til sem að meikar enga sens. Ég held að þetta væri alvöru stöf. Þannig þú varst ekki ánægður með 4? Nei. Heldur þú farir á 5? Nei. Í alvörunni? Ertu búin að gefast upp á Mission Impossible? Já, ég er náttúrulega bara fyrir sjálfdar í bíó, sko, en ég er samt ennþá, ég fór á Die Hard. Já, nýjasta Die Hard var því líka prumpið, maður. Legendary. Nei, ert að grínast. Við líka flottið. Já, ok. Því að það var alvöru stöf. Hvað var það sem truflaði þið þar? Allt. Eins og hvað? Bara mér finnst hún svo illa leikin og skelvileg. Illa leikin? Já, mér finnst eins og Bruce Willis var að reyna að leika sjálfan sig leika, vinn okkar, John McClane. Nei, það er, sko, og hann með sonur hans og eitthvað svona... Já, meina hvað, má hann ekki eiga barn? Já, eitthvað, do you want a hug? No, we're not the hugging family. Það er bara verið að drepa þá og dreftu mig. Mér finnst alveg skelvileg mynd. Þannig er hann. Ég er samt algjör Bruce Willis maður. Já, þetta er Die Hard, eins og það er að gerast best. Þannig að þú varst ánægður með nýjastu Die Hard? Já, fín. Nú ert það fíblast í mig til að reyna að æsa mig, held ég. Nei, ég fór á í bíó. Þú veist að mér fannst hún ömurleg. Það er síðasta mynd sem ég fór á í bíó. Ég var mjög ánægður með hana, því að það voru allir ógeðslega óánægðir með hana. Já. Og veist, Die Hard, hún kemst upp með að vera bull og vitleis og hann er alltaf að svara fyrir sig og hann hefur alltaf verið þannig í öllum myndunum 1, 2, 3 og 4 eða allavega fyrstu 3. Já, ég fílaði 1, 2 og 3. Þá er hann alltaf að svara fyrir sig með attitúti þegar dauðin liggur við. Af hverju má hann ekki gera það í 4 líka? Die Hard 3 er besta Die Hard mynd og þetta var náttúrulega Die Hard 5, þú veist það. Það var komin einn í millitíðinni. Já, Die Hard 4, hann var út af netið. Já. Hún var með þess ágætt. Þess var langsíst. Langsíst, en ekki alls slæm. Nei, kannski ekki. Ég labbaði ekki út af henni. Fattur þau? Hún var ekki það léleg. Það er frábært að heyra maður. Ertu þannig típa bara, sjáu þið, Auðun er að labba út, þetta er ekki, hann er ekki ánægur. Nei, það er ekkert eitthvað statement hjá mér, bara stundum bara get ekki klára myndina. En ég hef, Mission Impossible, hún var ekki alveg, mér fannst hún ekki alveg svona, akkur einhver sandstormur. Vá, hvað þessi sandstormur bokkaði maður? Ok, við erum ekki sammála. Það er gaman að því að þetta er svona einn af þessum litlu mólum eins og þess að segja, sko. Það er ekkert megaslúður. Nei, en hann ætlar að gera Mission Impossible 5. Svo er það Kevin Spacey, vinnur okkar. Nú langt er að maður sá hann í góðri bíómyndið, ekki? Jú. Hann er að leika bara alltaf í einhverju þáttum núna. House of Cards. Já, en hann var að kaupa sér hund daginn. Ert að grínast. Og ákvaða að skýra hann Boston. Svona fyrir borgina Boston eftir allt sem að þau hafa gengið. Þú ert að drepa mig. Ég vissi ekki að Kevin Spacey væri þarna. Það er bara the new member of my family, her name is Boston in honor of the city. Þannig að Kevin Spacey er búinn að fá sér hund og skýra hann Boston. Öllum drullu saman það svo sem. Svo er ég með maður að kaupa sér hamstur og skýra hann bara, veist, Austurlöndin fjær. Frábært nafnir. Svo er það Bradley Cooper. Hann hefur ákveðið að taka að sér að verða andlit Häagen-Dazs. Ísins? Já, og þetta fyrsta sinn sem að þeir fá svona einhverja leikara eða einhverja súperstjörnu til þess að vera andlit Häagen-Dazs? Já, ég fíla það. Hvort ertu meiri Häagen-Dazs maður eða Ben & Jerry's? Ég er ekki beint neitt sérstakur
áhugamaður ís, nei, ég með þess var helviti góður. Hvor finnst þið betri? Nei, ég er það mikill áhugamaður ís. Mér er nákvæmlega saman hvað þetta drasl heitir, svo lengi sem ég fái það beint í smettið á mér. Skilur þið? Á meðan þú fær skammtið? Meðan ég fæ ís skammtið. Ég reyndar meiri Häagen-Dazs-maður. Já, ég held það nefnilega líka. Svo er það síðasta slúrið. Geðu ykkur hérna með Oreo, keksinu og ísma. Maður segir nú bara eins og bollan í ísbúðinu, þetta er allt gott. Svo er það í lokin, það er Rihanna, hún var að halda tónleika í Boston og mætti 3 tímum of seint og þetta er bara orðið daglegt brauð hjá stúlkunni að mæta allt of seint á tónleika og það var... Senka er ekki tónleikunum bara? Já, það var fólk byrjað að púa og ég skil þetta ekki, bæði hún og Justin Bieber, þau í einhverjum svona töffaraskap í dag að mæta allt of seint á tónleikana sína. Er það ekki eitthvað dapurt við það? Það er fólk að borga þetta inn til að sjá þig. Ég meina, þú átt ekki að trýta aðdáendunum með aðeins meiri virðingu það en bara mæta 3 tíma og seint upp á svið. Jú. Það er ekki sammála því. En það hlýtur að vera einhver gáfaður maður sem að gengur henni við hlið alla daga. Já, en... Sem að þarf að segja við hana, heyrðu Riri. Hún er kölluð Riri. Hún er kölluð Riri. Heyrðu Riri. Það er tónleikar... Heyrðu Riri, ertu í því? Það er tónleikar 8 í kvöld. Já, hún veit það. Já. Akkur er hann ekki bara svona, heyrðu, ég veit, áttu að byrja klukkan 11. Auglýsum það. Segjum Rihanna. Ljúga henni, já. Eða líka, veist það, ég held að sé oft bara... Þannig að svo kemur hún 2 tímum og seint klukkan 10, þá er hann bara, heyrðu, fara að fá þig kaffi, þetta byrjar ekki fyrir þetta klukkutíma, geiti. Þú þarf þú að býða eftir áhörendum aumingi. Já, slakaðu maður. Nei, Jó. Ég er þarna. Það er eitt að segja þetta sé lélegt hvort aðdáðan, við þurfum ekki að fara að kalla hann aumingi. Já, það er eitt band sem að kæmist upp með þetta og það er Stones, en þeir myndi aldrei gera þetta. En þeir gera þetta nefnilega ekki, en með meira segja, það stendur, það er svo fyndið að skuli komin á það, þegar það stendur hér meira svo hörðustu rockarar eru ekki að gera aðdáðandi sínu þetta, þó þessi úti dópar og blind fullir, að menna Rihanna og Justin Bieber, einhverju popparar að fara að syngja fyrir börn, geta ekki drullað sér upp á svið á réttum tíma. Já. Ég skil þetta ekki. Þetta var slúðupakki. Ég hef enga tolerans fyrir þessu poppið þarna, austanhás. Eða vestanhás. Þetta var slúðupakki dagsins. Já, góður. Við ætlum að fara hér í auglýsingar, svo er það Sturla staðreyndir og nýi dagskrárliðun hér rétt eftir sem heitir Paranoia nágranninn, ekki með sonum því hann er skemmtilegur. Við erum komin í 15.000 síma. Sæktu nýja appið og hlusta á FM 95 blöð í símanum þínum. Farðu í App Store fyrir iPhone eða Google Play fyrir Android og sláðinn FM 957. Sæktu appið og þá erum við komin í síman þinn. Allar upplýsingar á vísir.is/útvarp. Sumartilboð í CrossFit. Æfðu undir leiðsögn reyndra þjálfara í góðum hóp. Það skilar árangri. CrossFit-stöðin Elliðárdal. Í bíó. Mamma. Þrælmagnaður spennutrillir frá Guillermo del Toro sem fara okkur panslabrinn. Is she here in this house? Don't look at her. Mamma. She's sick. Frumsýnt 8. maí í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Símaskráin 2013 er komin út. Í ár er hún tileinkuð sjálfboðaliðum Slysavarnarfélagsins Landsbjargar. Nánari upplýsingar afhendingarstaði á já.is. Já er svarið. Lærðu 3 greinar í einu námi. HHS-nám við Háskólann á Bifröst sameinar heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Innihaldsríkt grunnnám sem er bæði kennt í fjarnámi og staðnámi. Innritun stendur yfir. HHS á Bifröst. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarft lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöði. Ég er með lagið Too Close, sérstaklega spilað fyrir Sveppa Krull. Þetta er fínt lag. Það er ekki þess. Ég fíla, mér finnst þeirra að koma sterkir inn hérna bæði þessi Alex Clare og Rudimental. Já, veistu að ég er hættur að hugsa tónlistin hérna. Ok, glæst. Það er alveg sama. Ég nefn ekki að pæla í þessu. Enda áttu ekki að vera að skipta þér aðeins. Nei, það er hárrétt. En talandi hressandi tónlist, þá er nú félagi okkar og samstarfsmaður sem er nú í þessum þætti, Egill Einarsson.
sá þykki, eða störi, eða hvað sem þetta gerpi kalla sig þess að dagana, hann er að fara að halda ball, vissur það? Já, býttu, ég hef búin að heyra eitthvað af því. Já, stuðlagaball, sem hann ætla bara að spila svona stuðlög eins og hann er með hérna á föstudöfum. Já, svona, já, oi, maður. En það er, sko, ég veist, hugmyndin ágætt hjá hann. Því að, þú veist, það er alveg markað fyrir þetta og það er enginn að sinna honum. Hann er þótt ótrúlegt með virðast, þá er það ekki bara hann sem fílar þessa teknotónlistanna sem hann spilar einu sinni í hverjum þætti hjá mér. Hefur þið heyrt lögin sem hann er að spila? Nei, Þetta er bara... Jú, þetta er eitthvað svona... Þetta er bara djöflasýra, sko. Ég er ekki að grínast. Ég hlusta á stundum og ég get ekki hlusta á það. Ég bara byrja svona að raula eitthvað annað. Já, þetta er bara eitthvað svona viðbjóður. Já, með eitthvað devulisa DJ daginn, því líkur horfbjóður. En hérna allavega, hann er að fara... Og alltaf hann að, hvað er hann að fara að gera? DJ sjálfur? Já, hann kallað sig DJ Muscleboy. Og er að fara að halda sig. Hvað getur maður bara að kalla sig hvað sem er? Já, segist vera DJ Muscleboy, ég veit það ekki. En eina sem að, sko, ég skil ekki, af því að ég lofa hann síðasta föstudag. Þá sagði ég við hann að ég geti við, af því að hann alltaf landi upp ammæli sitt þarna líka og eitthvað. Ég geti verið veistlustjóri í ammælinu hans. En gaman. En ég veit ekki koma nálægt þessu stuðlagaballi sem kemur svo eftir. Hann er 33 ára. Já, auðvitað þarf hann alltaf veistlustjóra í það ammæli. Já, svona, ég ætla að hjálpa hann með þetta ball, fattar þú? En ég ætla bara ekki að vera á því. Ég er svona aðeins að hjálpa hann að peppa það. Þannig að hann er náttúrulega hluti af okkur, hérna í FM 95 blöð, við erum að hjálpa hann. Og hvað, er þetta bara eins og ef að, hvað er þetta? Við hefum ekki bara hringi í hann, hérna sko, málið er, það sem er líka, hann er ekkert að auglýsa þetta. En þú ert einmitt að spyrja, hvað er þetta? Það er ekki komin neini flyerar, það er ekki auglýsingar á stöðinu en eitt, en ég ætla að spyrja, ekki bara hringi hann og spyrja hann okkur hann með allt. Ég meina, Nýdönsk er að spila í Hörpu 21. september. Já, það er byrjað að auglýsa með þessum. Já, og þeir eru með uppselt og tónleika og ég er að fara. Ég held með þess að sko að það séu bara það er 1,5 vika í hans. Ég er hérna með númerið hann, skulum bara bjalla á þetta kveikindi. Halló. Egil. Já. Sælunni, þú ert inn í beinni útsendingu FM 95 blöð. Sælunni. Hvað, ert inn í einhverja dós eða? Nei, ég er á skrifstofu. Ertu inn á skrifstofu? Já, ég er að hlusta á þetta hata skúta. Já, ok. Hvað, ertu inn á skrifstofu og hlusta skúter bara í þessum tölu orðum? Já, er hvað því það? Er það eðlilega þriðjudagur hér? Já, ég bara, já. Ok. Það setur það. Þannig að þú ert greinilega undirbúið þig fyrir partíkvöldið mikla? Já, ég þarf að velja x mörg lög og það er bara að vera frábær lög. Nú er ég að meta, ég er búin að hugsa í allan dag. Á þetta hata skúta, sem er frábært lag, á það að vera inni eða ekki? Ég myndi segja úti. Ég er búin að hlusta á það 100 sinum. Já, ég meina þetta er ömurlegt lag, þannig ég myndi hafa það inni. Herðu, eru þið bara hringjötalega með leiðindi? Nei, ég er bara að velta þig fyrir okkur hvað... Ekki með uppbyggilega gaggrinni? Alls ekki. Ég ætla uppbyggilega gaggrinni, af hverju á þetta hata skúta ekki vera, í staðin fyrir hlutum með How Much Is A Fish, sem er frábært lag. How much is a... Fish? How much is a fish? Já, það er verið frábært nöfn á lögum sem mistari Baxter. Er þetta skúter? Já, þetta er skúter. Hefur þið heyrt lagið How Much Is A Fish, Sveppi, með skúter? Nei. Ég vil ekki heyra. Þú ert laus við það? Já, ég vil ekki heyra neitt. En sko... Þú ekki að mæta á ballinu, þú setja það. Hvar er það? Inn á hvaða klósett er það? Inn á hvaða klósett? Jú, þetta er leiðulegur. Hvar er það? Spott. Það er alltaf á spott. Nú er það á spott, já. Já, og það er stærsti skemmti það á landinu, you piece of shit. Þetta er eins og Jón Gunnar Gerdal sagði, hvað, tvíbókuðu greifarnir sig? Já. Sko, ég varði bara að hafa þetta spott og þetta er Kópavogi, ég elskar Kópavog. Þetta er stærsti skemmti það á landinu. Já, spott er toppstaður. Ég get ekki haft þetta á Jú, þú getur einmitt ekki haft þetta. En segðu okkur eitt, við vorum að velta þess aðeins fyrir okkur, ástæðan fyrir ákveðum að hringi þig, því að við ræðum með, bara eins og síðasti þáttur í okkur þeim gekk nú eða bara út á hann og þetta stuðlaðaballið þitt. Já. Þetta er hvergi auglýst þegar neitt. Já, sko, málega. Ætlastu til að fólk bara mæti þarna því að þú setur þetta á Facebooki þetta? Sko, ég vil meina það að, þú veist, þetta er bara spist bara út. If you book them, they will come. Það er konceptið mitt. Þú ætlar að taka word of mouth á þetta. If you book them, they will come. En byrju, þetta er ekki núna helgin, heldur næstu þig ekki? Já, ég var endar, ég við ekki hérna, ég rangaði við mér í gærkvöld, ég var heima, ég var að hugsa, mér myndi, þess að þetta var ekki næstu viku, þetta þar næstu.
Það þarf að skeina mig, þetta í næstu viku. Já, þetta bara í næstu viku. Ég hafði aldrei heyrt þetta. Nei, þetta hlustar ekki á mjög blöð síðasta fyrsta. Nei. Ok, þannig að sko, þetta er góða punktur hjá ykkur félagurum, kannski hitt ég að fara að auglýsa þetta. Já, það væri ekkert heimst. Já, sko, Ég væri til að... Hver á DJ, hver á að vera uppbytun DJ? Hver var það mikla heiður að hitta upp fyrir Gilsá? Uppbytun að DJ? Hvað ekki alltaf lagi með þig? Þú hvað, ég ætla ekki að spila allt kvöld hérna på sviðið. Það fengi bara einhvern kjána til að sýta og playa á einhverjum geisladiskarna. Akkur setur ekki bara potið 50 í og svo kemur þú og mæmar þitt shit. Sveppi, þú ert ekki alveg að fatta hversu mikil heiður það er að fá að hitta upp fyrir mjög stuðlaðabali. Nei, þú ert ekki alveg að ná því. Plús líka, ég þarf að vera með trúð sem býtir svona blöðrur, svona dýr úr blöðrum, þú veist. Hund og þannig. Varst ekki hættu við það, svo þetta myndi ekki bara hljóma svo versta batna með allra tíma. Ok, Sveppi, hvað þarf ég að borga þeim ekki cash til þú mætir hana með trúðsnef og býtir blöðrur fólk, fyrir Í fyrsta lagi kann ég ekki búti blöðurum. Ég var til í að hafa Sveppa sem trúð og ég myndi borga með þér. Þú finnur ekki finnari trúð. Nei, ég þarf ekkert að gera nema að mæta. Það er ekkert hárkvöld, það er bara raust neð búið. Þannig að við megum bara, við vorum bara að ræða þetta rugglitt hérna og þannig að það má bara búast við ykkur með auglýsingum og eitthvað. Já, sko, ég veit ekki að það er að skeina Gilsárnum, það eru 10 dagar í þetta og ég er ekki byrjað að auglýsa. Nú verður ég elskar pressure, ég er að setja í gang, nú keyri ég þetta í gang. En ég getur huggaði það, ég skal blása upp eina blöður og senda hann í leigubíl og gæðin sem mætir má eiga hana. Ég vil laka til að taka mynd af öllu 1000 manns í allir hlýrabólu með glósti. Ég get að senda það upp í raskat og þessu. Það er ekki að Ég hef búin að segja, en ef að koma 1000 manns þarna, þá skal ég dansa bera ofan með glóstik. Bera ofan með glóstik upp á sviði, það verður stórkostlegt aðrið. Ég get ekki beðið þetta að sjá það. Og hvað er þetta mörg lög? Alveg 60 lög, Það verður þvílík veisla, maður. Það var hannig. Óleikur ekki. En hvaða DJ-græður? Þú er ekki eins og þú eigir eitthvað DJ-græður, þú er aldrei DJ-að. Nei, ég hef aldrei DJ-að, þessi var heldur góður. Nú, hvað hefur þú DJ-að? Ég er bara mjög virtu DJ, ég er DJ Muscle Boy. Já, það er... þetta er svo... Rikki G, það er ekki að lána með DJ-græðinu sína, það var í ruglinu. Já, ok, ákveð færði hann þá ekki bara til hitu upp? Ég var að pæli því, er hann ekki flottur í því? DJ Rikki G. Case closed. En hvað ætlað þú að DJ-a sjálfur þessi stuðlög? Já, ertu ekki að ná þessu, ég er DJ Muscle Boy. Og ætlað þú sérst að ákveða röðin á þeim og svona? Já, sjálfsögðu, það er sem ég að gera núna. Ég var að hlusta festa, hata, skúta, hvort það er að vera inni og í hvaða röð. Já, ok. En er þetta bara svona eins og þú varst að spila á keyboard hjá Mercedes Club, er búið að negla bara diskon, lögunum á einhver disk og þú þykist þér að svissa eða? Nei, druglaður, það er svona, ég var að snúa einhverju drasli, ég var að spinna shit. Æ, ok. Hvað er ekki lagið með þig? Það er diskur og play, já, frábært. En okkur takk ekki Mercedes Club lagið þarna? Fyrst þetta er hvort orðið svona eitthvað svona hiskisháttíð. Hiskisháttíð? Mátt að kalla þetta vista suðlaðaball hiskisháttíð. Er þetta ekki há-há-háttíðin í Kópaví? Ég var að gefa þeim upp það, þetta er góð hugmyndsamt. Hvað? Ég er anskotur að þeir eru ekki að taka lagið þarna. Ég er ekki bass cut, mér ruglinu. Veistu það, því meira sem ég ræði þetta við þig, Gils, því meira langar mér að mæta. Þú ert að fara að mæta? Já, alveg rétt, já. Það er miðið að fara að koma inn á lúgunni það Mr. Mushroom, þú ert að fara að mæta það. Þá sjáumst við bara á stuðlagaballinu, Gils. Það verður hrikalega gaman. Já, það er gaman að heyra í ykkur. Já, farðu að auglýsa, farðu að gera eitthvað, nefnum þetta að láta þetta vera flopp, eða? Nei. Ég reyna að hjálpa þessum veislustjóri. Já, ég veit það, ég er að fara hjólíta núna. Ok, nú. Það er ekki nóg að prenta út bara einhver blöð og hengja upp í sporthúsinu, sko. Þetta var, DJ Muscle Boy eins og hann kallar sig og, hann ætlar allavega að fara aðeins að rífa sig í gang. Það þarf að auglýsa þetta og eitthvað, maður. Já, það er vonulegt ef einn meðlum með þáttarinn sem er allt lóðrétt niður í sig, sko. Já. Það smittar út frá sér. Það er FM 95 blöð, við pössum upp á our own. Yes. Þannig við munum reyna að hjálpa honum aðeins með þetta. 957 Pepsi Max, alvöru bragð, engin sykur. 16 tónur pizza með 2 áleggjum, ostabrauðstöngir og 2 lítrar á kók á 8 ára gömlu verði. 1890 krónur. Wilsons pizza, pantaðan á wilsons.is eða í síma 581 1515.
Bláakortið frá Arjónbanka kynnir fróðleikadjam á Faktor í helgina 10. og 11. maí. FM Belfast, dikt 1860, Vög, Friðrik Dóm. Handhafa Bláakortið fá 20% afslátt af miðum þegar verslað er á miði.is. Ert þú ekki örugglega með Bláakort? Á hringtorg.is farðu hringtorgsappið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu Bláakortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Þróttur, þor og dugur. Potturinn í Víkingalottóinu stefnir í 2150 milljónir. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. Það verður opinn dagur í Háskólanum á Bifröst 5. daginn 9. maí frá klukkan 2 til 5. Komdu og kynntu þér námsleiði skólans og lífið í háskólaþorpinu. Boðið verður upp á fjölbreytta skemmtidagskrá, leysirtak og hoppukastala, stjörnuskoðun og sveitamarkað. Verið velkominn, Háskólinn á Bifröst. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og það er komið að dagskrárliðinu sem við köllum Sveppi. Glemt en ekki glemt. Jú, glemt en ekki glemt. Já, glemt en ekki glemt. Yes. Og þá eru að hringja í gamlar smáauglýsingar. Allt, já, eins og núna, þetta er frá 2001. Og erum við að tala um bændablaðið? Já, sko, við notum bændablaðið síðast. Já. Og ég talaði bara við einn bónda. Já. Þannig að við eigum svolítið inni þar. Já. Alveg, við eigum inni, við erum haug inni. Já, og ég er búinn að finna hérna bændablað og þetta er síðan september 2001. Nei, þriðjudagurinn 13. febrúar 2001, sorry. Ég var að horfa á vitlaust blað. Ok, hérna sé ég strax bara til sölu rafmagnsliftari með afrúlara í mikjudreifari 4000, eitthvað mikjudæla Deutsch D40. 4000 lítra mikjudæla. Já. Deutsch D40 dráttavél eitthvað, Krone, en alltaf þetta er rafmagnsliftari. Já. Halló? Já, góðan daginn. Já, góðan dag. Heyrðu, ég var að pæli með rafmagnsliftaran. Rafmagnsliftarin hérna með afrúlaranum. Mikið dreifari þarna, 4000 lítra, mikið dæla, Deutsch. Já, ég sá bara smáauglýsingu hérna í bændablaðinu. Hún hlýtur að vera alveg gömul. Já, þetta er enda síðan 2001, sko. Já, það er 12 ára síðan, það geti alveg passað. Já, ég vildi bara svona kanna hvort þetta væri möguleiki þarna. Já, nei, það er aldrei langt síðan að þetta fór allt saman. Já, en þú varst með þetta? Já. Hvað, manstu á hvað þetta fór, eða? Nei, ég man það ekki, þetta er komið 12 ára síðan. Já, ég vildi nú allavega svona ganga úr skuggum að hvort þetta væri nú gjöruglega farið, sko. Já, þetta. Heyrðu, það er gott að vita þessu, það var svona, sef ég betur. Ok, já, takk. Sefur betur. Hann var, sko, hann kom að fjöllum, þar til að þú varst að rifja upp bara að þetta væri í bændablaðinu. Já, þá alveg, já, þetta er löngu farið. Löngu hættur að vera bóndi, heyrðist mér. Hérna er verið að, sko, húsnæði bóðið þessu uppi. Þetta er Sóltún, herbyggi gistiheimili með aðganga eldhúsið þvottahúsið, verð 32.000 á mánuði. Stu til? Já. Í Sóltúni? Já, þeir vantar herbyggi. Já. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég ætla nú bara að aðtóa hvort að herbyggi væri farið. Hvaða herbyggi? Upp í hérna Sóltúni, inni sem að fylgja gistiheimilinu. Ég sé þetta bara hérna smáauglýsing í Djefaf, sko, það er hérna Sóltún, herbyggi í gistiheimili með aðganga eldhúsi og þvottahúsi. Já, þetta er ábyggilega svona 6 ára gömul auglýsing. Já, hún er nú örugglega eldri en það, sko. Já, er eldri, ég veit það ekki. Þetta er ekki, það er allavega 6-8 ár sem ég seldi þetta. Já, ég er með hérna, þetta er gamalt blað reynda. Já. Þetta er síðan 2003 hérna. Já. Já, þannig að þú ert búin að segja, veistu hver keypti þetta að þér? Já,
hann ekki að leigja út, sko. Nei, hann ekki að leigja út. Nei, hann með þetta fyrir, hann bara með þetta fyrir fólk sem að vinna hjá hann, sko. Já, ég skil þetta, svo fínt verð, sko, 32.000 á mánuði. Já, það er síðan 2003. Já. En 10 ár síðan. Já, það er breyttið tímar, maður. Já, heldur betur. Já, ég vildi nú samt kannan að ganga úr skuggur þetta, sko. Já, gjör svo. Já, takk fyrir þetta. Já. Veistu hvað verið best núna? Að ringja, herðu, ég að tjekka hérna herbyggin. Ringdi ég hann. Með annari rödd. Herðu, ég að tjekka, það. Hérna húsbíll til sölu, Fiat Turgato eitthvað. Tjekka bara strax á honum. Já. Þetta Euromobil 560 með öllum búnaði, trama miðstöð, heitt vatn, klósett, ískapur, eldavél, já, það er alveg að græja. Hann er að reyna að selja hann? Já. Þú ætlar að kaupa hann? Ég ætla að tjekka hvort hann sé hann þetta svona. Já, halló. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég ætla nú að þetta er kannski bjartsýni en húsbíllinn, Fiat Turgato, varstu búinn að selja hann? Já. Það er langt þegar sástu þetta á netinu eða? Já, ég er með gammalt blað hérna hjá mér. Hvenær seldur hann? Það er mjög langt, já. Þetta er nokkur ár síðan. Nú, það er þannig. Ertu með blaðið? Það er gaman að vita bara hvað þetta er gaman. Þetta er 2003, dagblaðið. Já, 2003, já, ég seldi hann og nokkur aðra. Ég var að flytja inn bíla hérna. Hvað fór pungurinn á? Ég mani ekki hvaða bíl þetta var. Stendur þetta eitthvað að verða á honum eða? Já, hún er ekki verði hérna. Þetta er Euromobil 560 með öllum búnaði. Já. Við minnir þetta hafi verið eitthvað 1500.000 sko, eitthvað sliðis. Já, en hann er farinn. Já, hann er farinn. Ég held að þessi hafi selst í Hveragerðis. Ok, veistu hvað? Hvað hétt hann maður? Segir mann ekkert hvað. Komdu með það. Nei, þetta er Euromobil. Það var hérna einhver bónd, hérna rósabóndi. Já, komdu með það. Ég man það ekki. Komdu með það. Mér vantar svona bíl maður. Er þetta ekki fullkomið til þess að rækti? Já, það er að gera allan fjandan í svona bíl, ég hef ekki hug, þetta er alltaf einangraði bíl, sko. Já, það ekki? Jú. Það er þetta elda svona skrýtna hluti og rækta hans, eða ekki? Já, maður gera allan fjandan, sko, þetta var náttúrulega blóma, það var rósabóndi sem keypti hann, sko, að Hveragerði. Já, ég er nú ekki að hugsa rósir, þú veist hvað ég meina. Já, ég hef ekki hugmyndu það. Nein. Ég hef ekki hugmyndu það, þetta eru skemmtilegi húsbílar, sko. Já, mér vantar eitthvað svona góð eldastöð. Ég er að hendi í Það skiptir kannski ekki öllum alveg hvað ég er að hendi í, en hérna, ok, þú veist ekkert hvert hann fór? Já, hann fór bara til Hveragerðis, hann heitir hérna, sko, það var Óge Mikaelsen sem að keypti hérna, það var aðeins stærri bíl, það var hérna Nissan húsbíl, sko. Er hann að elda amfetamin í þessu, veistu það? Ekki hugmyndu það. Ég átti svona bíl einu sinni. Ég seldi hann þegar ég fór inn. Já. Hvað mótil á það? Það var hvort ég hafi keypt hann af þér, ég veit það ekki, það var held ég 89 módeli. Það var rosalega gott og þétt loftið í honum. Já, það er ekki fastur en gjöld ekkert á svona, þetta er bara hús og hjólum. Segðu gamli, segðu. Herðu, þetta nær þá ekki lengra. Er ekki til eitthvað á svona húsbílum, það gömlum bílum þetta er. Já, ég veist að falli að stelja einum. Já, alltaf það. Gangið bara velvinnur. Takkar. Já, blessaður. God bless. Þessu var farin. Það var alveg á mörkunum. Ég var bara dóttil í Breaking Bad. Ég fór til að segja bíllinn er alveg svo Breaking Bad bíllinn. Það var bara keyrum og elda. Hætt ekkert upp í sveitmar og búið til amfetamin. Það gefði mig bara einhver ástæðu. Já, það er alveg endalaust. Það var alveg komið tíma og þú myndi gefa mér ástæðu til að elska þig, Sverrir. Hvað er þetta að spila? Hvað er þetta? Þetta er bara restin af laginu. Hvað helst það? Ég verður bara hérna á einhverju píanó? Ég held að það var eitthvað annað lag byrjað maður, eitthvað píanólag maður. Það er bara endirinn á hinnu. Já, svaðalegur endir maður. Já, hún kann þetta á Pink. Ég verður samt að gefa það. Mér finnst þetta fínasta lag hjá henni. Hvað, með hverjum var hún hana? Einhverju Nate Russ. Það er endalaust eitthvað svona Pink features Nate Russ. Og alltaf svona. Nót til að tónlistamönnum. Já, og ekki allir mega. Nei, það er mjög langt frá því. Pældi samt eins og Monsters and Men. Já, hvað þau eru búin að ná langt. Á skömmum tíma. Já, þau er líka ógeðslega flott lögin þeirra og það verðist einhvern veginn allir fíla. Já, það er svona skrítið, eitthvað svona lítið, ekkert lítið band, bara eitthvað band frá Íslandi. Já.
gerir eitthvað smáttir í og þau hafa örugglega ekkert verið með eitthvað markmið að sigra heiminn, sko. Nei, það er oft þannig að þeir sem er ekki með það markmið, þeir náði. Já, og svo bara kortir eftir að byrja að spila þá, veistu, voru að spila í Saturday Night Live? Ég veit, það voru að spila, búin að vera tvísvar hjá Jay Leno og svona. Já. Ég hef líka alltaf þegar ég verið að horfa á þau, veist, það kemur inn á DFF eða Vísi.is eða eitthvað, veist, spiluðu þarna og hittu þennan og hittu hinn. Já. Þá er ég alltaf svona, okkur er ég ekki með þessum krökkum í þessu ævintýri. Akkur kann ég ekki á fucking hljómborð? Akkur er ég ekki bara drómarinn hérna? Akkur slísaðist ég ekki inn í þetta band? Ég væri fíblið í bandinu sem þau var bara, ég veit innanur, please hættu, þetta er svo mikill plebbaskapur. Ég var að setja á Instagram mig og Jay Leno og ég myndi takka þinn, Sveppi, sér hvað gemli er? Með Zach Galifianakis. Já, Gætlan, ég og Hengo við snillingurinn. En það er samt alltaf svo gaman þegar Íslendinga mega. Já, þetta er samt svo huge. Já, þau eru orðin risastóri. Ég held líka Ásgeir Trausti, ég held að hann gæti nú alveg mega feitt. Ég heiti lag með hún mennskundagina. Það verður ekki flottara nema eins og með Sigurós. Já, Sigurós líka. Þeir eru konni í Simpsons. Þegar það er búið að teikna myndaðir eins og í Simpsons, þá getur það lagt hljóðfærin á hilluna. Sigurós verður í Simpson þætti og ég held að svona fyrir okkar kynslóð eða fólk á okkar aldri, þá held ég að þetta sé einhver mesta virðing sem þú getur fengið. Bara að vera búið að teikna í Simpsons. Þau eru bara komin í hóp með, þeir eru komin í hóp með bara Rolling Stones og David Beckham, bara öllum sem hafa mengað. Og það fíla allir Simpsons. Já, ég fór að hugsa þetta en ég er hættur að stilla, þú veist, ég býð ekki eftir þeim eins og ég gerði. Nei. En ef þeir eru í tækinu þá horfi ég. Já, ég get farið að horfa á þetta með krökkunum, sko. Já. Þeim finnst þetta gaman, fatt ekki neitt og ég grænjum hlátri yfir öllu. Og það er ekki komin 20 eitthvað sísón? Já, þetta er rosalegt maður. Og sko, ég veit að þeir sem að tala innan fyrir Simpsons fá $1 million næstu fyrir hvert einasta þátt. Já, það er líka bara... ætlar að vera með í næsta sísóni? Nei. Já, þú tala fyrir Bart Simpson. Já, ég vil það ekki. Findu bara einhvern annan. Nei, það er ekki hægt. Nei, einmitt! Taktu þá veskið! Já, þau eru í þægilegri stöðu þegar það kemur að því að semja. Mjög góðri semlist. Það voru að gefa það. Það styttist hér í splungun nýjan dagskaralið sem heitir Paranoiaði nágranninn. Já. Það var að spila hann hérna bara, eftir örskama stund og það er ekki flókið. Þá ringjum við í einhverja 2 stigaganga. Þú fær 1 stigagang, ég fær 1 stigagang. Já. Við erum að ringja í fólki sem býr í þessum stigagang og láta eins og við búum þar líka. Já. Og búa til einhver leiðindi og paranoia. Búa til leiðindi í stigagangnum sem að við þykjumst búa í. Þetta er skemmtilegt. Hér rétt handið við hotnið en kæru hlustendur, ekki láta ykkur dreyma um það að skipta um stöð. Nei, sérstaklega ekki þegar þessi skvísar að þetta á fóninn. Hún heitir Þórunn Antonía. Lagið heitir Too Late. Svo hendum við okkur bara í, Paranoia nágrannan. Magnaður spennutrillir frá Guillermo del Toro sem fann okkur panslaprir. Is she here in this house? Look at her. Mama. She's sexy. Frumsýnt 8. maí í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Come in. Agent.is í samstarfi Túborg og N1 kynna Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental og stærsta plötusnúð heims, Nicky Romero. Á Keflavík Music Festival daga 5-9. júní. Atriðin ásamt 100 öðrum tónlistahatriðum. Ekki missa stærstu tónlistahátíð landsins, tryggðu þér miða á næstu N1 stöð eða á keflavíkmusicfestival.com. Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í maí. 25% afslátt af pítsum af matseili hjá Rizzo og 20% afslátt hjá fatarhinsun hjá efnalauginni Björg í Mjódd. 40% afslátt af bílaþvotti hjá Splass. 12% afslátt hjá Ósushi og 10% afslátt hjá 1011. Ólís og OB bjóða þér fastan afslátt af eldsneyti ásamt fjölbreyttu úrvali af öðrum vörum á frábærum kjörum. Til að nýta afsláttinn þarf að sækja afsláttarlykil Ólís og OB á stöð2.is. Kynntu þér nánar þessi og fleiri spennandi tilboð inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild snillt. Það verður opinn dagur í Háskólanum á Bifröst, 5. 9. maí frá klukkan 2 til 5. Komdu og kynntu þér námsleiðir skólans og lífið í Háskólaþorpinu. Boðið verður upp á fjölskyldudagskrá, leysertak og vöfflukaffi. Leikhópurinn Lotta kemur í heimsókn og farið verður í gönguferðir Háskólaþorpið. Verið velkominn, Háskólinn á Bifröst. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellunissa?
Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Kæru hlustendur, Sverrir Þór Sverrisson, Auðun Blöndal, þriðju dagur og allt í gangi og fjörið er, þú veist, á öðrum hæðum. Og það er komin tími á nýjan dagskrálið. Já, við ætlum að vinda okkur í splunkunýjan dagskrálið við Auðun Blöndal. Það er nú bara vegna þess að okkur líður betur með að sinna hlustendum okkar. Já, og ég held að þessi gæti orðið skemmtilegur. Já, þessi gæti orðið mjög góður og gæti líka orðið skrítinn. Ef hann fer eins og ég sé hann fyrir mér, þá verður hann aðeinsluður. Já. Þetta er dagskrálið sem við höfum ákveðið að kalla Paranoia í nágranninn. Og já, þá förum við á já.is, við hendum inn heimilsangi sem við vitum að er blokk. Já. Og erum að ringja í fólk í blokkin eins og við búum í stigagangnum líka. Já. Og erum svona að spyrja hvort að fólk var við hitt og þetta. Já. Skulum ekkert fara neitt nánar út í það, þið heyrið það hér eftir öllskamma stund. Ég er búinn að velja stigagang. Já, hvað ertu allar að hringja? Ég hendi í Iðufelli 8 í Breiðholtinu. Ég bjó í Iðufelli 6 á sínum tíma. Já, ég bjó nú einu sinni í Æsufelli. Já, við bjóðum þar í 3 ár í Iðufellinu. Glæsilegt. Og hérna er ég með nokkur nöfn og ég sé strax bara hérna Guðlaug Sól. Á ekki að hringi hana? Jú, hringdi hana og... Ok, þannig ég byrja og svo tekur þú þetta. Já, byrjað þú að vera paranoid, sjáum bara hvað gerist. Ok. Já, er það Sigrún? Þetta er Sigrún, já. Komdu sæl, Kristján heiti ég. Já, sæl. Hæ, ég er að leigja hérna hjá hannu Bartsofs hérna í Iðufellinu. Já. Og þú ert ekki með mér í stigagang, ert ekki í Iðufelli 8? Jú, en ég hérna býðar ekki lengur. Nú, ertu flug? Ég er að leigja út. Ertu að leigja út og hver er að leigja hér, veistu það? Ég man ekki hvað hann heitir. Það er allt í apaskíti í stigagangnum, maður. Nú, hvað? Veistu, sá sem er að leigja hjá þér, er hann að stípla helvítis rennuna með pizzakössum, veistu það? Með pizzakössum? Já. Ég hef ekki hugmynd, ég var banku upp á hjá þeim og beða mig ekki að stípla pizzakassana. Hvað heitir hann sem er að leigja þér? Ég man það ekki alveg, maðurinn minn er með þetta hreinu. Já, ok. En þú veist, ef það er að stíplast pizzakassar, þá hlýtur við að ræða bara það. Já, þetta er svo pirrandi. Já. Ég ætla að hvort að ég er nefnilega að reyna að komast í botsi þessu öllu saman. Já, þetta er ekki það dramatíst að þurfa að ringi í leið þetta. Viltu ekki bara vaskaða bara upp á hjá þeim? En vissur að Guðlaug Sól, hún var að fá sér husky? Hver? Guðlaug Sól. Guðlaug Sól? Nei, Guðlaug Sól er ekki þar. Hún var að fá sér husky? Guðlaug Sól, hún býr ekki þarna lengur, sko. Hver er þá í hennar íbúð? Það var einhver að fá sér husky þar? Já, ég bara hef ekki hugmynd, sko. Er það löglegt eða? Að fá sér husky? Já. Það hefur náttúrulega alltaf verið dýr í þessum stegagangi, sko. Já, hann þarf ekki að fá leyfi hjá öllum í stegagangi. Fyrir husky? Já. Nei, ekki sérstaklega fyrir husky, en fyrir dýrum. Smá pirrandi læti. Það hefur náttúrulega alltaf, eins og ég segi, það hefur alltaf verið dýr í öllu stegagangi. Já, svo er líka búið að vera að stela glerjum og bílnum hjá mér. Ég veit ekkert þetta fólk. Þú verður bara banku upp á hjá að ræða þetta öll þessi mál við þau. Varst þú að lendi því þegar þú bjóst það? Nei, ekki neitt, sko. Já, en varst þú eitthvað var við það að voru krakkar að leika sér á stegagangunum á kvöldin? Nei, ekki neitt. Þetta var nú rosalega rólegt þegar ég var þarna, sko. Það eru breytti tíma greinlega. Segðu mér, hefur þú séð þau fara með pizzakassan sinn þarna? Hvað segir þau? Hefur þú séð þau setja pizzakassan þarna? Er ekki létt fyrir þau að fara niður með pizzakassana eins og við gerum? Ég gerum það alltaf. Nei, ég bara fyrir niður með pizzakassana. Hæ? Mér finnst þú bara að segja að þetta sé ekkert mál, að það sé okkur að kenna, að þetta sé svo lítið núa. Ég er ekki að segja ykkur að kenna. Þetta er ekki mér að kenna. Þú voru bara að geta rætt í nákvæmlega þeirna. Já, en getur ekki sagt þeim að beða hætta því? Ég er ekki að fara að tala, vilt þú bara gjöra svo vel að tala við þau þessi smámál sjálf? Átt þú ekki íbúðina? Jú, en mér er alveg saman pizzakassana sem eru þarna, sko. Já, af því að þú ert ekki á stigagangnum? Já, það er nú létt fyrir þig að segja. Já, þú voru bara ræðið við þau eru þarna. Þetta er bara fáránlegt. Já, þetta er rosalega fáránlegt. Þetta er líka rosalega fáránlegt að setja nöldreiðu mér yfir svona hluti. Já, ég er bara að biðja þig að taka leiðinduna þínar í gegn. Ég er ekki að Ég hef enga sannanir fyrir því að þau sé að vera með einn leiðindi. Ég er ekki að vera með einn leiðindi. Hæ? Ég hef ekkert hugmynd það hvort að þau sé að henda þessu pizzakössum eða ekki. Eru þau að stela glerjónum og bílnum mínu kannski líka? Það getur vel verið, en ég hef enga sönnur fyrir því. Hvaða lið er að leigja hjá þér? Þetta er bara óskup eðlilegt skólafólk. Já, skólafólk, hvað gerir skólafólk? Það borða pítsur, þannig að búin að komast í bótt. Já, það sjálfsög. Það er lið borðandi pítsur með þér. Segjum að hætta að stela glerjum og bílnum mínum. Skal byrja það. Ok, bye. Bless. Það var allt í rugl á stegagangnum. Þetta er skemmtilegt. Þetta veistu það, ég hefði bara gaman að þessu. Já, þetta veður áfram í eitthvað. Já, herra, hvað kom með að gamla? Hún var svo hress eitthvað. Já, hún var bara, þetta fór í töðunan eða þessi tillingaskítur hjá mér. Já, ég skil það. Það er eiginlega best, sko, þegar þetta er tillingaskítur. Þú vilt Æsufell?
Já. Æsveit 6? Já, 2 eða eitthvað sko. 2. Ég held ég að búi í 2. Ok, hérna sér öll nöfnin. Já. Þannig að Hringdi í Bylgju. Hvað er Bylgja? Þetta er Bylgja Ragnarsdóttir. Ok, og þú ertu tilbúin, ertu með einhvern punkt á eitthvað? Ég skrifa hérna niður hlandlitt á ganginum, ég sparaði það og getur hreint það. Ok. Og bara vesen, eitthvað? Já, bara allt vitlust þá, það er bara óþólandi. Og þú ert paranoiður og veistu, þú ert svona að spyrja hana, veistu hver er búinn að vera að gera þetta og hitt, skiljum. Halló? Já, heyrðu, ég er hérna á annari hæðinni. Nú? Og ég, sko, ekki ert þú með hundinn? Nei. Þú ert ekki með hundinn? Nei, ég er ekki með hundinn. Nú, hver á hundinn? Það kemur svo... Enginn í húsinu mátt ekki að eiga hund. Það er einhver með hund? Já, ég veit ekki. Þú geta koma og kíkja, ég er bara með blómið. Ég hitti hund í lyftunni í morgun, sko. Hann var einn, laus. Kannski bara koma einhverju gestir með hundi, ég sjá ekki hérna, ég heyri ekki hérna hund í... En ert það þú sem ert að stípla með pítsukassana í rennunni? Hún er svo þröng. Nei, ég er ekki borða pítsur. Svo er Gretar byrjaðar að fá sér aftur? Ég er ekki borða engin pítsur aldrei. Heyrður það, hann Gretar? Gretar? Já, fjórða hæðinni, hann er fallinn. Já, ég bara veit ekki. Kom fullur heim í nótt, ég vaknaði við það. Já, ég veit ekki. Það er alveg aðeins. Og hvað finnst þér þessa húsfundi? Ég er ekki verið í húsfundi, ég bara... Ég veit að ég er að pæli að gera sam og þú að mæta ekki. Nei, ég mæta ekki að ég veit að ég var einhvað upptekinn en... Já. Það er einhver fjandars þjófur hérna í ganginum. Já, einhver, það er nógu vitleysinga í þessi húsinu. Það er búið að nappa dósum úr bílnum mínum. Húsminn góður. Hann sko hann Henne, matreiðslumaður, sem er þarna á 3. hæðinni, hann er nú bara eitthvað rugglaður. Ég veit ekki, yfir okkar Pólverja, Hefurðu hitt hann einhvern tímann á ganginum? Já. Hæ? Ég veit ekki. Nei, eins og með hann Francisco Bassalan. Já. Hvaðan kemur hann, sko? Og hvað fannst þér þessa hugmynd að kaupa sameiginlegan prentara fyrir alla í stigaganginum? Prentara? Já. Nú, ég fór á húsfund í gær. Já. Og þá kom upp hugmynd að kaupa Epson prentara. Epson prentara? Já. Svona sameiginlegu prentari, þannig að þegar þú ætlar að prenta út heima hjá þér, þá þarf þetta að fara niður við hliðin á Guðubæðinu til að sækja blöðin. Já. Ég hef ekki peningu fyrir ekki neitt að gera einhvað í húsinu. Nei, það er sama hér, sko. Nei. En svo að skipta teppi. Hver átti þá hugmynd? Teppiskipta. Það á að fara að skipta teppi núna. Já, gott að skipta teppi, gott að gera mesala, gott að gera allt. En fyrir hvað peningu? Einmitt. Ég segi stopp við teppið. Já. Og ég segi stopp við Epson prentaran. Já, ég hef engi peninga, ekki neitt að borga, ekki neitt. Ekki ég heldur, sko. Ég einhver tíma sagði fyrir manni voru skritti líkt og ég opna húrðinni og stænda og býða smá svona. Maður minn sagði svo, geti verið einhverju að deyja í búðinu. Einmitt. Það var í hræðilegt til dæmis. Hefurðu farið eitthvað upp á þak? Já, nei. Nei, þú ættir... Sko, ég skal lauma þér einu hérna. Kíkt upp á þak og tölum svo saman. Ok. Farðu með þetta á kottan í kvöld. Já. Ég get það. Heyrðu, það er verið að banka. Ég ætla að opna. Ok, takk. Bless. Ég get svo svarum að steipa á allt þetta. Hún er að fara á þak í kvöld. Já, ætlar að hafa það á samviskunni? Já, það má alveg, ég bjóða þarna. Já, er hægt að fara upp á þak? Já. Jón Gnarr var með blaðamann að funda upp á þakki að Æsufelli. Þetta var paranoið nágranninn. Þeir voru báðir vel paranoið. Já, ég veit ekki með þetta. Ég þarf að heyra þetta. Heyra þetta betur. Já, gaman að þessu. Já.
einn vinsalasti tónlistamæðurinn á stöðinni, Rudimental, sem einmitt á leiðinni til Keflavíkur í sumar. Verður þar með Breezer og Somersby ásamt Óla Geir og félögum. Það verður einhver stemmingin þar. Leiðilegt DMX verður ekki þar en hellingur að leiða á leiðinu. Einhverja síður við ætlum að fara hér í Örstuð Skilabó og það vil svo skemmtilega til að við eigum inni sturlaða staðreyndir því að það er búið að vera svo mikið að vera hér hjá mér og krullhærða gerpinu sem er að pissa núna. Heyrumst eftir örskamma stund, þá fyrir við í sturlaða staðreyndir. FM 957 kynnir í samvinnu við Túborg. Prólókadjam á Factory, helgina 10. og 11. maí. Fram koma FM Belfast, Vök og Friðrik Dór. Miðasala hafið á miði.is. Handhafar bláakortsins fá 20% afslátt af miðum þegar verslað er á miði.is. Túborg og FM 957. Á hringtorg.is farðu Hringtorgs appið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláakortið á hringtorg.is. Friðrik Dór. Handhafa bláakortsins fá 20% afslátt af miðum þegar verslað er á miði.is. Ert þú ekki örugglega með bláakort? Á hringtorg.is farðu Hringtorgs appið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláakortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Drektu í þig sumarið með ferskum og frískandi Flóridana sumarsafa. Flóridana. Lifðu vel. Lærðu 3 greinar í einu námi. HHS-nám við Háskólan á Bifröst sameinar heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Innihaldsríkt grunnnám sem er bæði kennt í fjarnámi og staðnámi. Innritun stendur yfir. HHS á Bifröst. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM. Me burn, but that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry, but that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Love the way you lie. Ó, já. Þetta lag minnum alltaf ameríska drauminn. Var þetta í honum? Nei, þetta lag var svo vinsælt þegar við vorum út í Ameríku að taka upp ameríska drauminn. Já. Það var þetta vinsælasta lagið í Bandaríkjunum og Íslandi held ég. Já, ok. En það er hins vegar komið að dagskrárlið hér í FM 95 Blöð sem er daglegur, er vinsæll, er skemmtilegur og heitir Sturlaða staðreyndir. Yeah, baby in the nail. Ég vona allavega hann sé allt sem ég taldi þann upp, því að ég hef allavega mjög gaman á hann. Nægi. Hvað sagði, baby in the nail house? Já. Nýttjaður? Já. Skemmtilegt. Já, takk fyrir það. Og þú ert tilbúinn í Sturlaða staðreyndir. Já. Það er búið að vera það mikið að bara í þættinum í okkur í dag, við hefum ekkert komist í Sturlaðar. Nei, og það er alltaf þannig á okkur kákunum. Já, gaman að því. Og ég er með 10 Sturlaða staðreyndir handa ykkur, kæru hlustendur. Vonandi hafið þið gaman að. Hér kemur fyrsta. Það er maður búinn að vera með blóðnasir í 1,5 ár. Já. Sturlu staðreind. Það er hressandi. Hvað, byrjaði það bara í ágúst í Hittufjörðu? Það er greinilega. En það stendur ekkert af hverju hann fekk blóðnasinn, en þetta er vist eitthvað bara veiki. Já, þú veit það. Þetta er náttúrulega ekkert eitthvað höggi eða eitthvað. Það er örugglega bara eitthvað að hann. Hann myndi tróða bómul í nefið. Já, hann er alltaf með aðstoð, hann er alltaf með klósipapír og eitthvað á sig. Ríkalega leðilegt maður. Nei, þú erur búin að fara til, þú ert ekkert svona bara eftir hálft ár, þá myndur þú segja, herru, ég ætla að kíkja á lækni. Já, heldur hann sé ekki búin að reyna það, fyrst þetta komið í Sturlaða staðreyndir. Einhvern veginn fréttist þetta, hvað heldur hann að bara séðan út á götuhorni og spurt hann, herru, hvað ertu búin að lengi með blóðnasir? 1,5 ár, herru, þetta er nú bara Sturlu staðreind. Þetta er eitthvað svona medical case eitthvað, segir sér sjálft. En það eru glerfitt líka bara að vera að kynnast stelpu eða eitthvað, eða bara verið í vinnu, alltaf með blóðnasir. Þú getur ekki farið í fótbolta eða körfu eða ræktina. Þetta er ömurlegt. Situr alltaf fremst í bíó. Já. Hausinu. Svo að leik ekki. Já, svo er það hér næsta. Hundar geta þefa, já þetta er magnamar, hundar geta þefa lungnakrabbamein löngu áður en einkenni myndast. Wow. Já, hundarnir maður og þeirra nefskinn, þeir eru með, hvað, var það ekki 100 sinni betra nefskinn heldur en manneskinn, mér minni það, að hafa einhvern veginn verið Sturlu staðreind.
Siggi þefskinn? Já, þefskinn segi ég, eða lyktarskinn. Hvað sagði ég? Nefskinn? Já, sorry með það. En hvað, ég meina, akkur eru þá ekki allir bara með hunda inn á krabbameinsdeildum, skilur? Góða punktur. Já, skilur. Já, en þetta áður en að, sko, enginn myndast, en ég veit ekki, ef einhver 100 á milljón og þefa hálsunum að þá kemur þú ekkert bara, eða bara hérna hjá lungunum að bara, herðu, þetta sé krabbi eða? Og hann á líka mjög erfitt með að segja frá því. Já, nefnum hann takir Geltu tvisar ef þetta lungna. Já, þetta erfitt, en þeir geta, þefa þetta upp í. Hundarnir, mögnugveikinn. Ótrúleikveikinn. Svo það hér, samkvæmt rannsóknum og könnunum Airplane fyndnasta mynd allra tíma. Og þú átt víst að hlæja þar á 3 mínútna fresti, samkvæmt einhverju rannsóknum hérna. Ég get ekki verið sammála því að Airplane sé fyndnasta mynd allra tíma, en hún virkilega fyndin einhvað síður. Já, hún frábær. Já. Hún alveg frábær. I know a little German. He's sitting right over there. Það var í Airplane. Já, ekki. Já, var það ekki í... Gantu því sko, yeah, I know a little German. He's sitting right over there. Það var í vélni, jú, það var í Airplane. En ég til dæmis... Var það ekki Top Secret? Er það Top Secret þegar hann Airplane? Er það málið? Já. Ok, damn. Allavega, það mjög fyndin brandari, sama hvað myndað var í. Hann var í Top Secret og það finnast það minn sér. Ok, finnst þú hann finnar en Airplane? Val Kilmer, var hann ekki Airplane? Nei. Hann Top Secret? Já, ég að ruggla þessu saman. Já. Ok, þá get ég ekki verið sammála þessu. En fyrir mér fyndast að mynda allara tíma hins og að Dumb and Dumber, eða Cable Guy, en hjá þér? Sko, fyndast að... Og old school reyndar, geggja líka. Já, sko, svona besta grínmynd sem ég sé, að ég ætti að velja eina, þá er náttúrulega margar sem eru ógeðslega fyndnar og maður er alltaf grænum hlátri, en svona besta grínmyndin, þótt ég kannski hlægi ekki jafn oft. Já, þarf ekki endur að hlæja á 3 mínútna fresti. Þá er það Big Lebowski. Já, hún er þetta stórkostleg. Það er bara... með betri myndu sem ég séð. Já, svo myndi veistla, ég veit ekki hana. Svo er hérna stofnandi Pringles, já, sem fann upp á Pringles. Snakkinu er góða. Hann lét brenna sig og grafa sig í Pringles-dós. Það er kjátt það. Nei. Spæður að jarða pappa en bara, herru, hvað, okkur er pappi í þessari Pringles-dós, þú veist alveg okkur ástu mín. Já, hann stofnaði þetta á sínu tíma. Það er alveg magnað. Ég var líka með sturlaða staðreynd, ég held að það var á föstudaginn, sko, Gauri sem fann upp á frisbíinu, hann lét líka brenna sig og grafa sig, og lét setja sig í frisbídisk. Það meina þetta? Já, hann lét samt ekki grafa sig, ég held að sé ennþá bara vera að kasta honum á milli, sko. En það er þetta er eitthvað. Þetta er samt fallegt, sko. Já, þetta er menn eru stoltir að, já, svona sínu. Því sem þeir finna upp og svona. Já. Svo er hér, þú ætlar ekki að láta brenna það? Nei, ég veit ekki. Kannski eitthvað hlut að mér, brenna kannski lappirnar, jarða restina. Nei. Ég leifa krökkunum að vera með smá ösku. Hvað, í herbyggjónu sínum? Já, bara eitthvað starf. Ok. Konur muna betur eftir djúbradöðum mönnum heldur en skrækum. Ertu að menna þetta? Ég fór að hugsa, sko, þetta var kannski ekkert merkilegast að stjórnlega staðarindin. Já, mjög áhugaverð. Já, námar að fara að reyna að vera aðeins djúbradari, fyrst að það er svona stelpunar taka betur eftir því. Námar að bara tala alltaf svona, eins og bara Bragi á Bylgjunni. Já, svona Jakob Fríman eitthvað. Já, ég meina það er mun eftir Jakobi. Já. Maður sem er 60, lítur út fyrir 30. Hann er 60 ára gammal, það er ótrúlegt. Þetta var, ég ætla að fara að vera aðeins djúbradari. Og svo er það hér, háhælaði skór voru hannaðar á sínum tíma fyrir lágvaxna karlmenn. Já. Þannig að þegar háhælaði skór kom út á sínum tíma, þá var það fyrir menn en ekki konur. Já, þetta vissi ég. Ok, en það ertu snillingur. Já, ég hafði heyrt þetta ekstar. Já, það var ég vist að því að litlu mönnu það var að vera að stríða þeim á hæðinni, á hæð og... En í dag eru sem betur fer karlmenn ekki háhæluðum skóm. Já, bara erfitt. Já, bara viðbyrður að labba á þessu. Ég hef aldrei skilið konu sem getur verið að háum hælum bara í 7 klukkutíma á tjáminu. Nei, eða bara heilan dag í vinninni. Ég get ekki verið í þessu korter. Nei, þetta er... Já, við verðum að gefa stelpunum það. Og sumar líka bara geta nánast hlaupið á þessu. Já. Bara geta tekið 60 metran. Skottast og háum hælum upp og niður stiga, maður. Já. Þetta er magnað. Svo er það hér, meðal manneskja fyrir gegnum 3000 hugsanir á dag. Já. Sturlu staðarind. Hvað er það hugsað núna, Sæfi? Ég var að hugsa augabrúnirnar þær. Á mér? Já. Ok. Ég var ekki að hugsa þær, ég bara sá þær og... Já, þá byrjar að hugsa. Já. Núna var ég að hugsa, hvað er þú að hugsa?
Já, og ég að hugsa hvað ég að hugsa. Það skilur. Já, þetta magnað. 3000 hugsanir á dag. Ég hugsi svona 1 milljón hugsanir á dag. Miklu meira en 3000. Akkur heldur það? Já, ég meina, ég að hugsa, veist, ég sé liti, skilur, það krefst hugsunar. Ertu Bubbi Mortens eða? Sér allt í litum. Já. Svo hérna, konur brosa að meðaltali 62 sinnum á dag, en karlmenn 8 sinnum. Það ruglið það. Eru konur svona miklu brosmildar en við? Það er náttúrulega tölvöld fallegri en við, en eru það brosmildari líka? Já, greinilega. Brosum við bara meðaltali 8 sinnum. Ég brosi nú oftar en það á dag. Það fer kannski eftir hvernig vinnu ert í. Við erum náttúrulega að vinna við fýrblaskap, þannig að maður brosir nú aðeins oftar. Líka, já, ég veit ekki. En þegar maður hugsa það, þá eru konur oftar brosandi en við, ekki? Já, það er svona konur líka brosa til hvers annars. Já. Skilu, ef ég mæti manni út á götu, ég brosi ekki til hans. Ekki nema viljir hann. Já, ég þannig að vilja hann. Nei, ég segi svona. Hvað, bara ef ég brosi til hans, vil ég þá bara fara að leggjast með honum sveittum bara á einhverjum lóðfeld upp í sumarbústað? Ákveð að það verið upp í bústað á einhverju lóðfeld? Já, bara leðildur. Hvað var það gömlu góðu hjólakemsluna? Svo mikið að hjólum þar. Nei, ég er ekkert að segja það að þú viljir endur að kalla maður þú brosir til hans, en ef þú brosir, jú, það er eitthvað öðru í þessu með það, þegar að kalla með brosir til hvers annars, þá ég er ekkert endilega að segja að þú þurfa að vera skotin í honum, en er það ekki eitthvað svona, veist, hei, hæ, eitthvað? Bara ef þú þekkir hann helst. Já, allt í lagi og þekkir hann, það er alltaf. Það eru 2 eftir. Konur eru líklegri til að, konur eru líklegri til að fá fullnægingu eða eru í sokkum þegar það er stunda kynlíf. Já. Þannig að það var einhverja stelpur að núti, eða konur að núti að hlusta, þá erum að gera að, halda bara sokkanum á. En konur eru bara í sokkum? Já, það er eitthvað. Það er bara einhverjum sokkabuxum? Sokkabuxum er mjög sexy. Já, en þær get ekki fengið fullnægingu því, því að þá... Já, herru, en finnum bara í síðustu hér. Tveir af hverjum 100 smokkum rifna eða leka. Sturlu staðrind. 2% sem sagt, líkur. 2% líkur. Að rifni eða leki. Þetta voru sturlaða staðrindir dagsins. Hvað stóð upp úr krull að þínum að þið? Var það Pringulsinn? Hefur þú lendið í þessu með smokkin? Sýnist þið það? Hefur þú helsað upp á börnum mínu? Við erum bara að spjalla. Nei, ég hef ekki lendið í því. Nei. Hefur ekki lendið í 3 svar? Sko, það stóð, mér að Pringles er æðislegt. Já, mér líka. Mér finnst það mjög gott. Annað mann ég ekki. Nei, það er bara þannig. Jó, ég getur rifjað þetta upp. En Pringles var alveg. Pringles var gott. Það var hressandi. Hann lit grafa sig í Pringles-dós, stofnandi Pringles. Það er snill. Toppið það. Vilt þú vinna VIP-pakka á Keflavík Music Festival? Þeir sem kaupa... Símaskráin 2013 er tilenguð sjálfboðaliðum Slysavarnarfélagsins Landsbjargar. Þú finnur upplýsingar afhendingarstaði á já.is. Já er svarið. Það verður opinn dagur í Háskólanum á Bifröst, 5. 9. maí frá klukkan 2 til 5. Komdu og kynntu þér námsleiði skólans og lífið í Háskólaþorpinu. Boðið verður upp á fjölskyldudagskrá, leysertak og vöfflukaffi. Leikhópurinn Lotta kemur í heimsókn og farið verður í gönguferðir Háskólaþorpið. Verið velkominn, Háskólinn á Bifröst. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirleitt, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hversu gott er grænt perlunissa, Sveppi? Hversu gott? Snert á mér öklan. Þú erum að hlusta hér á, Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson í FM 95 Blöðum verðum með ykkur hér til 6, styttist í lagið á leiðinni heim, það er hér á eftir. Þetta búin að velja það? Já, ég er ekki alveg búin að negla, ég er með 2-3 sem komið til greina. Já. Ég kannski lefið þér að vera hans með puttan í því. Æ, takk fyrir það. Það er bara því að mér stóð frábær. Já. Ég ætlaði að spyrja hér, Sveppi, það var að gera risa rannsókn í Bandaríkjunum, þar sem við erum báðir svona, hvað var maður að segja, svona kvikmyndalúðar, við höfum gaman að horfa á góða bíómyndir og fara í bíó og svona. Já. Hvað er svona helsta ástæðan fyrir að þú ferð að sjá einhverja bíómynd? Helsta ástæðan? Já, þú ætlar að nefna, hvað verður til þess að þú bara herði, ok, vá, ég ætla að sjá þessa mynd? Það eru margar ástæðar, sko, það er kannski
ef hún hefur séð vinsæl. Já, bara strax ef hún vinsæl. Nei, kannski ekki. Nei, menn af hverju verður hún vinsæl? Já, ég fer ef hún, ef það er gott handrit, ef ég veit að hún tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir handrit, þá langar mig ógeðslega að sjá hana. Ok, aðal ástæðan fyrir að fólk fer að sjá mynd í bíó eru trailerar. Já. Samkvæmt þessari rannsókn. Það make a sense. Já, þannig að fólk sér góðan trailer, þá vil að sjá myndina. Og 80% af fólki sem fer í bíó hefur mjög gaman af the previews eða þegar að vera að sína úr myndum áður en aðalmyndin byrjar. Og ég verði að vera svolítið sammála því. Já. Ég elska þegar ég fæ svona einhvern nýjan trailer beint í æð. Sest í bíóið, kom með pop og kók, tilbúin í einhverja góða bíómynd. Eina sem getur böggað mig, það er þegar ég fer í bíó. Og einhver mynd sem ég er að fara á stundum fer ég í bíó á svona mynd sem ég er kannski ekkert að deyja og spenna að sjá en svona ég alltaf að kíkja í bíó hafði ekkert annað að gera svo kemur einhver trailer og mér langar miklu meira að sjá þá mynd heldur myndina sem ég er á mér finnst það alltaf svona pínu Já, þá er svona fastur í salnum Já, þú veist, ekkert fastur en þá maður bara svona okkur var ég ekki að fara á þessa mynd En það eru nú ekki yfirleitt myndir sem eru komna kannski Nei, það var það myndir sem eru á leiðinni Ég fylgist svona með leikstjórum og svona sko Já, náttúrulega ef að Leonardo DiCaprio leikur í bíó þá fer ég á hana Mér finnst hann komið með þann stempil, mér finnst hann það góða leikari Já Það er ekkert margir þannig leikarar sem ég bara fer alltaf að sjá Nei Brad Pitt var nú einn aðeins, en hann er svona aðeins að kólna mér Ég hef bara síðustu 2 myndir sem ég sé með honum ekki alveg nokkuð Ég sá einhver mynd með honum daginn þar sem hann er auglýst bara sem eitthvað aðlutur og svo er hann bara eitthvað smottri í myndinni Nú bara að vera að ræna þig Já, svolítið Já, brjálaður sko En sko næst algengast ástæðan fyrir að við förum í bíó það er ef að vinuðinn mæli með myndinni og ég verð nú að vera svolítið sammála því ef einhver góði félagi mann segir þú verður að sjá þessa það fer maður á hana Já, ég myndi eiginlega segja að það væri aðal ástæðan Númer 1 hjá þér? Já, ok Af því að ég er ekkert oft í bíó vinir mínum fara mjög mikið í bíó og veistu, Bragi félagi minn og John þeir eru alltaf saman í bíó þeir sjá allt og ég tek bara rjóman Já, þannig ef þeir segja að þú verður að sjá þessa eins og Django og þá mætur þú Django er held ég, svo besta af þeim sem ég hef séð upp á síkast eða svona síðustu mánuði en það er alveg geggjuð Ég er ekki búin að sjá Í alvörunni Þú sem dýrka Quentin Tarantino Ég veit það Fór sérstaklega niður á austu til að fá 100 áratinu hjá hann þegar hann var inn á landinu Já Lét hann áreita handritið þitt Austur var ekki til Hvað hétt staður svona fórst á? Og ég fór ekki sérstaklega Nýst, þú varst með handritið með þér Þetta var fyrir slistni að ég hitti þann mann Já, með handritið af Pulp Fiction með þér Nei, ég tók það nú bara með EFG kynni Já, svona happ og glapp bara eins og menn gera Já Þannig að þú ert ekki búin að sjá hans bestu mynd í langan tíma, Django Nei Hún er alveg geggi, sko Hún er að koma á DFT núna, nú getur tekka á Já, það er næsta mál á dagskráin Ég var mjög svektur út í sjálfa mig Já, fari ekki á hann í bíó Já, glata Já, svo mynd sem ég er spenntastu fyrir núna ég held að sé Gatsby Já Það er mitt Gabriel vinnu okkar Ég held að hún er alveg sigalega flott Hann er segur, ég held að hann er alltaf svona síkupúði og bla 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 sko Já, ég bara alltaf fíla hann, ég fíla hann við Titanic og ég fíla hann með The Beach og mér finnst hann bara alltaf flottur Já, hann er alltaf bara í Aviator og Já, Basketball Diaries og hann er ógeðslega góður Já, hann er töffari Hann er miklu meira en síkupúði sko Já, hann er alvöru spaði En ég vil fá að vera með puttan í lægin og leiðin heim Það er bara næst, fáum fyrst Calvin Harris og Florence and the Machine Svo er það lægi á leiðin heim Hér með lagið Sweet Nothing Hér að hlusta á FM 95 blöð 7. mæ, allt að gerast hér hjá okkur strákunum Það er þáttur á morgun, þá mætum við Pétur Jóhann hér en svo er frí á 5. og svo 2 harðir á 1. Þannig að þetta er svona Það er einhvern veginn alltaf frí núna Voðakosi Það er aldrei frí á 3. Fíla það Nei, reynda þegar þú segir það, það er mjög oft frí á mánudum Alltaf mánudum og 50. Já, 50. Sumardagurinn fyrst er alltaf á 50. Já, uppstegningardagur líka held ég Alltaf á 50. En svo er náttúrulega eins og veist annar í páskum er alltaf á mánundi Annar í hvítasunnu er alltaf á mánundi Já Þannig að þú ert enda, Þannig að fáir ég að duglegri bransunum og þú Þannig að það er bara mjög gott að sé ekki frí á 3. Bara svo leið Er þér ekki brjálaður? Jú, það færi mig mjög illa fyrir mig ef ég væri svona mikið í frí Já, nákvæmlega, en það er hins vegar komið að lægin á leiðinni heim Já, ég fekk nú að hafa puttan í því Já, sko, ég spurði þig og þú sagði strax já Þetta var ekki flókið í dag Við vorum báðir mjög sammála með þetta lag Já, og það voru 2 sem komið til greina Já Annað er lokalagið í Fight Club Já, sem að ég hef spilað 2-3 þannig að ég vildi sleppa því og taka hana Þetta er með, þessi hljómsveit er uppáhald hljómsveit Kurt Cobains og hljómsveitin heitir Pixies og er í miklu uppáldi á mér Já
Og lagið 3 staforð. Já, ég held að allir sem eru með góðan tónlistarsmekk að núta eftir að vera farin að átta sig á hvaða lag þetta er. Nú er bara að gera halla sér aftur. Já, aðeins að hækka, jafnvel að skrúa niður rúðuna, gefa svona smá blástur inn í bílinn. Væta á sér varirnar. Ég er að gera það núna. Og bara syngja með. Hey! 1989 að ég held. Já, ég var að hugsa, ég held þetta sé af plötunni Doolittle. Já, kom hún ekki 89? Jú, hún kom 89. Það er ótrúlega fín maður. Það eru svo léli. Nei, hvað, megum við ekki giska hérna? Nei, við erum ekkert að giska. Þetta kom út af 1989 á plötunni Doolittle. Þetta er þeirra svona annað albúm. Fast að googla. Já. Þeir eru geðið góðum. Þetta er stórkostlega. Here Comes Your Man. Where is my mind og fleiri lög. Here Comes Your Man, tökum það núna? Núna? Nei. Nei, tökum það setna bara. Það er komið að lokun hér hjá okkur Sveppa eins og þið heiðir, kæru hlustundu. Þá er Rikki G mættur hér í stúdíóið með tyggjó og læti. Hann ætlar að vera með ykkur til 9 kvöld, ekki satt, Rikki? Það er bara hár rétt. Já, og það verður veisla. Ekki missa af því við Sveppi, þakkum kjallaði fyrir okkur Sveppi, takk fyrir daginn. Já, sömulegis. Alltaf sami heiðurinn að vera með þér eftir öll þessi ár. Já, drottum dýri. Ekki enn komið leiðar, ég skil ekki okkur. Já, það finnst mér ekkert skrítið, en það er í fokkin snillingum. En já, það var nýr dagskrárliður sem leið dagsins ljós í dag og heitir hann Paranoi nágranninn. Sveimi það, við höldum ekki áfram með hann næsta þriðjudag. Endilega tekkið á okkur Pésa, við verðum hérna á morgun, ég og Pétur Jóhann frá 4 til 6 og Pétur sendi mér einmitt SMS að hann að hann var með nýjan dagskrárlið líka eins og við í dag. Nú er það? Þannig að Pési er búin að lofa nýjum dagskrárlið á morgun, ekki missa því. Það er spennandi tíma framöndar í FM 95 blöð, kæru hlut. Já, svo verður þið frí á 50-daginn en svo 2 harðir á föstudaginn. Þið þekkið þetta. Takk æðislega fyrir hlustunum í dag og takkið vel á mútið Rikka sem er að fara að taka við hér. Við endum þetta á Úlfur og lagið Ég er farin sem var einmitt lag ársins hér árið. Og by the way, Ég er farin. Þessi strákar koma frá hennum stórkostlega bæ, Sauðárkróki. Því líki bærin, ef þið er ekki búin að ákvæða hvað ætla að gera í sumar, gott fólk, hendið ykkur í Skagafjörðinn. Ég með sólinn í augunum og ég sé ekki neitt, við erum bæði svo þreytt og dagarnir líða hjá. Svo bjart er að sást og ég missa allan á. Dagur í Háskólanum á Bifröst 5. daginn 9. maí frá klukkan 2 til 5. Komdu og kynntu þér námsleiði skólans og lífið í Háskólaþorpinu. Boðið verður upp á fjölbreytta skemmtidagskrá, leysirtak og hoppukastala, stjörnuskoðun og sveitamarkað. Verið velkominn, Háskólinn á Bifröst. Stóri dagurinn nálgast. Fáðu þér miða á hhi.is. Dregið 10. maí. Happdrætti Háskólans. Vænlegast til vinnis. Ást, friður og múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. FM 95 blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragði. FM 957 hér á þriðjudegi kominn 7. maí. Það er ekki ekki tekið við að FM 95 blö, Hauti og Sveppi, Hortun og Braut. Þátturinn fyrir á vísir.is fljótlega. Við erum saman til klukkan 9 í góðan fíling.